Hvað fjölskyldusetur? Fjölskyldusetur fyrir foreldra og fjölskyldur þar sem við erum að sameina allt það góða sem í Reykjanesbæ. Það eru 4 þættir sem að tilheyra fjölskylduseturinu: almenn foreldrafræðsla, sértæk námskeið, forvarnamál og svo rannsóknir. Foreldrafræðsla, hvað það, Sigurður? Foreldrafræðsla bara byggist upp á því að gera foreldra bara betri og í sínu hlutverki og styrkja þau. Þetta snýst líka svolítið bara sjálfstyrkingu og fólk sé öruggt í því sem það er að gera og líður vel með það sem það er að gera. Hverjir geta leitað hingað og hverja sjá þið fyrir ykkur leitað hingað? Sko, eins og María kom inn á þá þetta nokkuð margþætt starfsemi og fyrsta lagi þetta almenn fræðsla. Við viljum vera með mikla almenna fræðslu sem og forvarnafræðslu og svo verða líka svona íhlutunarnám, svona sértækari námskeið. Það er að segja ef að barn greinist með ADHD eða eitthvað svoleiðis, þá verður hér sértæk fræðsla í boði fyrir þá einstakling. Hefur verið eitthvað svona áður hérna í Reykjanesbæ eða öllu landinu ef út í það farið? Nei, þetta fyrsta fjölskyldusetur á landinu, fræðasetur fyrir fjölskyldu. Þannig að við erum ægilega stolt af því að þetta skuli vera hér í Reykjanesbæ. Við tölum aðeins þetta húsnæði hérna, það á sér aldeilis langa og merkilega sögu. Já, vissulega. Ég var hérna í Núlbekk, svokölluðum, og svo var það merkilegt fyrir 3 árum síðan kom ég tilbaka sem starfsmaður fræðsluskrifstofunnar og svo þegar við fórum aftur sameinuðust í einu ráðhúsi þá stóð húsið nú tómt stund og ég held að hafi ekki verið hægt að finna því betri tilgang eða vettvang. Þetta orðið yfir 100 ára gamalt en alltaf hefur verið einhver fræðsla í húsinu? Já, þess vegna fannst okkur svo viðeigandi að stofna hér fjölskyldusetur, halda áfram að bjóða upp á svona góða þjónustu þar sem að almenningur, foreldrar, allir foreldrar í Reykjanesbæ hefur kost á að koma hingað og fræðast. Að því við fæðumst ekki þannig sem fullkomni foreldrar. Við þurfum alltaf að öðlast fræðslu og gera okkur betri í dag heldur en við vorum í gær og þess vegna svo mikilvægt að samfélagið tilbúið að koma og þiggja þessa þjónustu. Þannig að ef eitthvað þú vilt fræðast eitthvað sem foreldri, hvernig þú getur gert barninu þínu svona best í hag í Reykjanesbæ, þá þetta staðurinn til að koma? Tvímælalaust og hér verður bara mjög margþætt þjónusta í boði og við erum ekki að stíla inn á það að Reykjanesbær sjáu alla þjónustuna. Við erum að bjóða húsið til annarra stofnana og félagasamtaka líka. Við viljum bara búa til sterka heild fyrir fjölskyldunar hérna í bænum. Þetta svona samfélagslegt verkefni. Það snýst ekki bara stofnanir innan Reykjanesbæ eða eitthvað þess háttar. Við viljum bara allir sem hafa eitthvað fram að færa fái aðstöðu til að bjóða það fram. Svona lokum langar mig aðeins að minnast á þátt IKEA í þessu verkefni. Við sjáum í kringum okkur bara litrík húsgögn. Getur þú sagt mér svona aðeins hvernig þeir komu að þessu? Við stóðum fram fyrir því að við vorum með ákveðið fjármagn og því fórum að hugsa hvernig getum við möblað þetta hús og þá kom ein hugmynd hvort við með að safna saman gömlu húsgögnum sem enginn vill eiga lengur en okkur fannst það ekki eins spennandi hugmynd og því höfðum við samband við IKEA og heldum kynningu á þessu verkefni og hvort að þau voru tilbúin til að koma inn í þetta með okkur og þeim fannst þetta svo góð hugmynd og hafði ekki heyrt þetta áður hér á landi og fannst þetta falla vel að þeirri stefnu. Þannig að þau voru bara tilbúin til að veita okkur rífulegan styrk og möbla hér allt húsið. Manni líður svona nett núna eins og maður sé að labba hérna í gegnum IKEA verslunina, svona allt nýtt og IKEA lyktin svona heila. Já, ég held að svona í aðalatriðum þá það sem gerist með þeirra þáttöku að húsið fær heilstæðan blæ. Það líka gerist með þeirra þáttöku að þau þetta ekki bara húsgögnu, þau redda stílista sem spáir í hvernig hlutinir eiga að vera og við viljum skapa hlýlegt andrúmsloftið inni. Þetta á að vera hlýlegt hús, fólk á að vilja koma hérna og það bara þannig að þá skiptir umgjörðin máli og húsgögnin sem hér eru bara hluti af því.